Frædreifing er hvernig plöntur dreifa fræjunum sínum. Þær hafa til þess nokkrar leiðir. Algengast er að hafa til dæmis utan það einhvers konar aldin, hvort sem það eru hnetur eða ávextir eða grænmeti. Og þá í raun ætlast plantan til þess, ef við skoðum til dæmis eins og bara bláber eða krækiber, þá er steinn inn í, eða steinar, svo er einhvers konar ber utanum. Aldin kjötið sem er þetta hérna, ætlast plantan ekki til þess að nota sjálf, heldur, þetta eru verðlaun fyrir einhvern, kind eða gæs eða einhvern, eða mannfólk, sem kemur og borðar þetta. Því að fræið, steinninn sem er inn í, hann þolir í flestum tilfellum að fara í gegnum meltingakerfið, svo fremur sem hann lendi ekki í tönnunum. Ef við bítum þetta í sundur þá skemmist þetta. En svo þegar dýrið kúkar þessu út hinum megin, þá er fræið komið á hvern allt annan stað heldur en plantan var. Þannig að plantan er í raun að borga dýrinu fyrir að kúka fræin einhvers staðar allt annar staðar. Þá getur vaxið upp ný planta þar. Sumar nota vind, eins og til dæmis fífillinn. Þá er fræið svona og svo er einhvers konar fallið hérna til þess að láta þetta fjúka. Önnur eru með fræ sem er með einhverjum svona krókum á, sem að krækjast í feldi dýra og berast þannig jafnvel langa leið. Sum nota vatn eins og kókosnetur. Þær fljóta í vatni, berast þannig á milli eyja. En þetta eru svona aðal leiðirnar í þessu.